Komið sæl. Nú ætla ég að kenna ykkur fyrsta spilið og það eins konar minnispil. Og hér eru synir mínir tveir að hjálpa mér. Hæ. Einn á bak við myndavélina og hinn hér að spila við mig. Og þetta spil, við notum venjulega spilastokk með 52 spilum. Og við ætlum að spilið gengur út á það að fá slag með 2 spilum sem gefa summuna 10. Þannig að ef ég legg saman 2 spil og ef ég fæ útkomuna 10 þá ég komið slag. Ég ætla að byrja að taka kónga, drottninga, gosa og 10 úr spilastokknum. Leggja það til hliðar og geymum því það getur ekki verið með í þessu spili. Tökum það bara til hliðar. Alla gosa, drottninga, kónga og 10 líka. Áður en spilið spilað í fyrsta sinn, þá gæti verið gott að skoða með barninu hvaða 2 tölur gefa 10. Og til dæmis gæti ég byrja að skoða spilið 4, já, eitt áður. Að það að fjarka, eitt áður að skoða að gott að nota spil sem hægt að telja. Að ekki hafa þannig að spila það mynd sem hylur allt spilið. Við byrjum ekki með svo 4, við þurfum að vita við þurfum að finna hvaða spil legg saman við 4 og gefur okkur 10. Og við erum nú svo heppin að vera með 10 fingur og við getum skoðað það með því að hugsa telja 4, 1, 2, 3, 4, ég beigi niður 4 því ég fekk fjarka og eftir eru þessir fingur. Hér er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og fyrst sinn gæti barnið þurft að telja aftur og aftur fingurna eða aftur og aftur til þess að festa, til þess að vita hvað er 10. Seinna mun það festa í minni hvaða tölur gefa 10, hvaða 2 tölur gefa 10. En við ætlum að spila spilið og við ætlum aðeins að einfelda bæði þannig að við erum fljótar að spila spilið og svona gott að hafa það einfaldar í fyrstu umferð. Ég ætla að taka úr þannig að ég ætla að taka 2 áttur, 2 sjöur, 2 sexur og eins og við sjáum þetta er svolítið mörg spil og finna á móti ég ætla að finna þess að 2 þrista á móti sjöunum, 2 fjarka á móti sexunum, 2 tvista á móti áttunum. Svo þurf ég að hafa 2 ása og 2 9 og svo alla 4 fimmundar. Legg afgangi bara til hliðar. Auðvitað er að spila spilið með öllum spilunum en það tekur alltaf aðeins lengri tíma og til að byrja með þá mæli ég með að minnka stokkinn aðeins, hækka spilunum og stokka vel. Svo ætlum ég að leggja spilin eins og þegar við erum að spila minnispil. Þá leggjum við öll spilin í röð og síðan á hver og einn að draga, eða það er að segja, ef hann byrjar, þá byrjar hann á að fletta 2 spilum. Það er gott að gera ekki samtímis, heldur velur sér 1 spil, snúði einu spili, Kjartan. Hann fékk fjarka. Hvaða spil þarftu að fá til þess að fá samtals 10? Þú mátt alveg segja að þú veist það. Þú þarft 6, já. Þá dregur þú spil. Og þú fékkst 7. Hér er hægt að láta barnið telja hvað 7 + 4 er mikið en við ætlum ekki að gera það núna. Hann flettir spilunum aftur við og ég ger. Ég fæ 6 og ég er með 10 fingur. Ég hugsa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ég þarf að fá fjarka. 1, 2, 3, 4. Ég þarf að fá fjarka. Og nú man ég hvað fjarkin er. Eða það held ég. Jú, hér er fjarkin. Fjarki og 6 gefa mér 10. Auðvitað get ég sannreita með því að telja aftur. Og þá má ég gera aftur. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 eftir þannig ég þarf að fá tvist.
heppin var ég. Ég fæ að fjarka. Nú erum að gera að segja, manstu hvaða tala með fjarkanum gefur þér 10. Þá getur maður reynt að muna frá því áðan, því að nýbúin að vera með fjarka á 6, þá gott að minna á, eða þá bara að telja aftur. Og við teljum aftur og aftur, þangað til að við munum þetta. Þess að ég þarf að fá 6. En ég fekk ekki 6. Þá mátt þú gera. Ás. Þið vantar 9. Þú myndir hver 9 var. Flott. Þá mátt þú gera aftur. Þristur. Hvað þarftu með þristinum? 7. 7. Ok. Fyndum. Það var ekki 7. Ég fekk 5 og ég þarf 5 í viðbót. Og fékk 5. Svona gengur spilið og sá vinnur sem fær flestu slagina. Og þú fékkst 9. Ég er bara búin að fá 9. Hans. Sjö á 5. Svona gengur spilið. Nú ætla ég að reyna að muna. Ég held að þristurinn hafi verið hér og 7 hér. Og maður getur auðvitað að hjálpa barnið. Það verður hver og einn að finna leið til þess. En þetta var spilið í dag og við höldum bara áfram þangað til ég er búin að vinna.